dag og velkomin í Gunnhan Brassar. Ég búin að vera að prjóna núna undanfarið og til dæmis það vettlingar úr bókinni hennar Kristínu Harðar, vettlingabókin. Þar fann ég þessa vettlinga og uppskriftin gefin upp fyrir léttlopa og prjóna nummer 3 og 4,5. Ég ákvað að nota fjallalopan, ég hef ekkert prjónað honum áður, en af því að fjallalopin fíngerðari þá ákvað ég að nota ekki 4,5, heldur 4, 3,5 og 4 og ég held að þetta væri kannski allt í lagi, en ég byrjuð á fyrri vettlingnum og mér finnst það eitthvað að vera svo lítill. Þannig ég stoppaði. Þetta nú bara fyrir einhverja smábarnahendur eða eitthvað. Og var að spá eitthvað því ég ætti bara að rekja þetta upp. En svo er ég búin að taka ákvörðun, nei, ég ætla bara að klára að gera þessa vettlinga eftir þessari uppskrift og sjá bara hvað verður úr. Nú þá er þetta bara á eitthvað barn. Það er bara allt í lagi. Og finna þá að því ég á fleiri dokkur. Ég keypti held í 4-5 og ætlaði vettlinga og þá þarf ég bara að finna uppskrift sem er fyrir þessa stærð á prjónum. Af því að það sem ég var svona að sjá hjá mér, það var annarkvort uppskriftir sem miðuðu við að hafa fíngerðari prjóna, sem sagt 2,5 eða 3, eða þá eins og þetta á 4,5. En ég ætla að klára þessar og sjá hvað verður úr því. Ég byrjaði á hönsustrikk peysunni sem ég var að tala um seinast, þessari hérna. Og ég gerði prjónafestupröfu í sléttuprjóni og reiknaði út, ok, ég þarf þetta margar lykkjur, skellti því á prjónana og prjónaði stroffið. Ég hef aldrei prjónað stroff, tvílitt stroff. Þetta er tvær lykkjur brugðnar, 2 lykkjur sléttar og skipt lit. Og ég held að ég hafi gert þetta svolítið fast. Allavega, mér finnst eins og já, ég er að spá í það, hvort að ég hafi tekið kannski of mikið í annað bandið. Og hérna er ég þessi blái er ullargarn og þessi græni er bómullaband. Þegar ég var búin með stroffið og þá hugsaði býtunum við, þetta nú kannski ekki alveg nóg utan mig. Og þetta er alveg tæft. Þó að það bætist við í boðungunum. Þannig að ég ok, ég ætla að prófa að prjóna slétt. Ég byrjaði á munstrinu fyrir ofan og svo setti þetta á prjón og ég veit ekki alveg. Ég er með þetta svona. Ég veit ekki alveg hvort að þetta sé nóg. Hvort að ég þurfi að prjóna aftur stroffið og passa að gera það lausar. Eða bæta við lykkjum. Þannig ég fór í svolítið að fíla út í þetta og bara stoppaði. Svo var ég líka að hugsa hvort ég ætti kannski ekki að vera með þennan græna bómullaþráð eða hvort ég ætti frekar að nota bara ullarband í þetta og finna mér þá lit í staðinn fyrir þennan græna. Ég veit það ekki. Þetta er eitthvað sem ég þarf að hugsa málið. Þannig ég er aðeins stopp í þessu. En ég ætla að gera þessa peysu. Það er ekki spurning. Ég þarf bara aðeins að hugsa þetta. Að ég nenni ekki að vera að gera þessa peysu og svo verður hún of lítil á mig. Það kemur ekki til greina. Að ég ætla að geta notað hana. Svo fór ég á bókasafnið og fékk þessa babystrikk á prjóna nummer 3,5 og 4 eftir Lenu Holme Samsø. Og af því ég átti nokkra dokkur af þessu og ég hugsaði ég þyrfti að fá eitthvað svona fyrirgáfari prjónafestum
og ég byrjuð á þessari. Bara svona einföld peysa. Svona sjá. Og ég komin sem sagt hérna. Ég sem sagt að klára búkinn. Það bara eitthvað smá eftir hérna á borðnum. Og svo það bara ermarnar, þannig að ég klára þetta næstu dögum. Svo ágætt að hafa svona bara mjög einfalt til þess að prjóna. Það ágættis afþreying í því. Fyrst að þetta sem ég var að sýna ykkur áðan, fyrst að það var eitthvað svona vesen með, að þá ágætt að skella sér í eitt svona bara einfalt verkefni. Og svo var ég líka að hugsa að gera þá kannski næst svona vesti. Hvernig spá ég það? Hafskúm heitir það. Ég nenni ekki þó að hérna eitt sem hneppt, sem opið og það svona, af því þá þarf ég að prjóna það fram og tilbaka og það fælir mér svolítið frá, ég nenni ekki, en svo ég að spá í, þetta væri kannski ágættisverkefni til þess að æfa mig að prjóna fram og tilbaka alltaf á réttunni. Þetta ekkert stórt stykki og það væri bara fín æfing í því. Hvernig væri það? Já, ég held ég geri það. Ég á garn sem að myndi henta í þetta, held ég heima, þannig ég þarf bara að kíkja á það og gá hvort að það myndi ekki bara passa vel í, hvort að ég ekki nóg að því og svona, og þá held ég að sé svolítið sniðugt að æfa mig þessu, prjóna alltaf frá réttunni. Ok, ég er búin að ákveða það. Frábært. Berglind, dóttir mín, búin að vera að prjóna töskur sem að hún hefur verið að selja og ég bað eina í jólagjöf og ég fékk þessa hérna og þetta svona svona sem að mér finnst svo þægilegt að hafa svona yfir ekki bara axlatösku heldur svona, hvað segir maður, hvað kallar maður þetta? Allavega, svona. Og ég vildi rauða og einhverja liti með, þannig að ég fékk þessa. Mér finnst hún æði. Svo sá ég hjá henni, hún sett út dropp núna fyrir jól, held ég í desember, og þá var hún búin að vera að prjóna fullt af töskum. Og ég sá þessa og ég sagði, nei, ég ætla að kaupa þessa takk. Þessi þá bara svona, eða til þess að halda á. Þetta svona lengri, þetta svona í hliðartaska, en mér finnst þessi líka æðisleg. Og þarna sé ég eitthvað á því gatni sem ég gaf henni. Það þarna kíkja út svona þræðir sem að ég kannast við að hafa handfjallað svona í gegnum árin í körfunni hjá mér. En eins og kannski munið þá fékk hún fullt af gatni núna í haust þar sem ég ákvaða að bara, ok, ég hef búin að geyma þetta í 10-20 ár. Vinn ekkert úr þessu, Berglind fær að nota þetta. Þannig að ég fer að nota þessar svona þegar fer að hlýna aðeins, að ég í úlpu sem svo rosalega bosmamikil og þá finnst mér þetta ekki alveg passa við. Að nota þessa svona yfir, ég held að úlpan sé of svona þykk fyrir það. En þetta sem sagt, það bara opið og það margt sem kemst, þetta tekur alveg þar sem maður þarf að hafa með sér svona dagstaglega. Þannig að þetta eru frábærar töskur. Hlakka til að fara að nota þær. Þegar ég var í Víetnam og Kambódíu fyrir 2 árum síðan, þá fór ég á svona handverksstaði og
var að svona sjá hvað fólk væri að gera og ég tók upp nokkur myndbönd af fólki vera að vefa. Og ég ætlaði alltaf að setja það inn hérna, en hef alltaf gleymt því eða eitthvað. En ég ákvað að ég ætla að setja það inn núna. Og í þessu myndbandi sem kemur núna þá er verið að vefa svolítið sérstaklega. Hún satt í lobbyun á hóteli hérna í Víetnam og eins og þið sjáu þá hérna er þetta svolítið, hvað ég að segja, hún kippir í eitthvað til þess að fá skeiðin alltaf fram og tilbaka. Og þetta er náttúrulega orðið svolítið svona rútína hjá henni. En ég hafði ekki séð þessa aðferð áður, þannig að ég fékk leyfi til þess að taka upp myndband af henni. Svo í Kambódíu þá fórum við út á eyju sem er rétt fyrir utan Phnom Penh og þar var verið að vefa úr silkiþráðum og það var svona hefðbundinn vefnaður eins og þið sjáuð í myndbandinu að hún er með svona stykki yfir þar sem hún er búin að vefa og það er gert til þess að hún sé ekki með hendurnar í þessum nýja vefnaði, að þetta verði ekki skítugt eða eitthvað svoleiðis. This one from any person. From any person, made from design and this one here. Design. But for more and for down and three down, we got plain one, and for one down have design. Design and for the gold one, we and the pink one. Yeah. Ja, þetta bara lesa það. Ja. So and Sid Island. Svo fór ég á sýningu í London núna í haust á Knitting and Stitching Show og þar var einn maður við vefstól sem að og hann þurfti ekkert að nota hendurnar. Heldur hvað segir maður, knýr áfram með fótunum. Hann satt hann og hjólaði og vefstóllinn bara vann sitt verk. Ég hafði aldrei séð þetta áður. Þannig að ég fekk leyfi til þess að taka vídeo af þessu. Mér fannst þetta alveg, eitthvað sem ég hafði ekki séð. Þannig að það er spurning. Er þetta eitthvað sem maður þurfti að fá sér? Nei. Hef ekki pláss. Þegar ég var á þessari sýningu þá tók ég fullt af myndum og keypti eitthvað af svona hlutum og ætlaði alltaf að segja frá því og ég er að gera það í næsta þætti. Þá ætla ég að svona sýna frá því sem að ég var að kaupa og sýna myndir. Þetta er sýning sem er mjög skemmtileg. Þetta er sem sagt í stórum sal í Alexander Palace og skipt í tvennt. Annar salurinn er búðir sem er að selja ýmiss konar sem tengist handverki og í hinum er þá svona handverksfólk og listafólk að sýna og það eru sýningar af ýmiss konar verkum og svona. Þannig að það er mjög skemmtilegt. Þannig að það verður næsta þætti. Já, ég er að fara að auglýsa námskeið sem ég ætla að halda hérna í Laufinu, bæði á kvöldin og að degi til. Og ég var svona að hugsa hvernig get ég auglýst þetta og sýnt almennilega frá því sem að ég er að fara að bjóða upp á. Og þá datt mér í hug að sýna það bara í myndbandi sem að ég myndi hafa hérna á YouTube. Þannig að ég ætla að taka upp núna
myndband sem heitir bara námskeið og þá er ég að sýna svona sýnishorn af verkefnum sem hægt er að vinna. Þú veist, hvað felst í hverju námskeiði fyrir sig. Ég hlakka til að fara að byrja á námskeiðunum. Mér finnst þetta svo skemmtilegt. Þetta gefur mér alveg heilmikið að fá fólk hingað til mín. Og líka, mér finnst ekkert mál að vera að kenna á kvöldin. Sumir eru kvöldfræður og okkur svoleiðis, en ég hef alltaf gert þetta svo í gegnum árin. Að ég teki eitt og eitt námskeið og kennt það á kvöldi til. Það er bara gaman. Þannig að ég er svona að gera og græja laufið, þannig að það verði tilbúið til þess að taka á móti þeim sem koma til mín á námskeið. Þannig að ég áætla að byrja svona upp úr miðjum eða upp úr, já, í þar næstu viku, svona í kringum 20. janúar og verða að svo bara fram á vor. Þannig að, já, ég hlakka til. Já, ég ætla að segja þetta gott í dag. Ég segi bara takk fyrir að horfa og við sjáumst í næsta þætti.